að hluti af kjarasamningunum eða þannig var það kynnt fyrir okkur í haust og sumar og allt þetta ár snerust það að bæta stöðun á húsnæðismarkaði og ekki síst gagnvart leigjendum. Það nú ekki hluti af kjarasamningunum og þegar að ríkisstjórnin kynnti aðgerðapakka sinn að þá var þar eitthvað fyrir leigjendur en kannski ekki ýkja mikið. Þannig kom hingað Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtakanna. Hvernig metið þið pakkan sem að ykkur var réttur? Já, þetta er náttúrulega bara eins og við varum að búast. Svona bara eitthvað kjöluvatn sem að enginn hefur eitthvað sérstaklega gott af. En þetta er alltaf svona þessi ölmusu hagfræðir sem að er í gangi hjá stjórnvöldum hérna á Íslandi og hafa verið lengi eins og við þekkjum bara að vilja verið í þeirri stöðu að geta rétt fólki eitthvað ölmusu og þetta er bara svona ein útvarslan af því. Húsnæðisbætur eins og þær eru lagðar fram með þessi hækkun húsnæðisbótum. Sem er eiginlega aðaltillagan. Já, sem er aðaltillagan. Það var eiginlega búið að kynna áður, er það ekki rétt hjá mér að þessi almennu íbúðir, aukin stofnframlög, það var eiginlega kynnt núna í haust. Jú, og þetta er svona líka takt við það. Þetta er í annars skipti á 2 mánuðum sem að Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra blæst til mikils húsnæðisátaks sem að húsnæðis- og mannvirkjastofnun gaf út bara samdægurs eftir hann kynnti það síðastliðinn október að gengur ekki upp. Það næst ekki, minnst það kosti eins langt og þeir sjá. Þannig að sko þetta ákveðu það vantar lóði, það vantar fólk til að byggja þetta, það vantar... Nei, bara með eins og talningin sem að samtöku iðnaðarins hafði lagt á borðið þennan dag, 3. október, þegar að húsnæðis- og mannvirkjastofnun tók við þessari talningu og þá kom í ljós að miðað við það sem er í byggingu og þau leyfi sem hafa verið gefin út og ef allt þetta gengur eftir, þá munum vera byggða rétt rúmlega 3.000 íbúðir næstu 3 árin, eins langt að þeir sjá, en áætlanir Sigurður Inga ganga út á að það veri byggðar 4.000 íbúðir næstu 5 ár. Þannig að hann hefur komin í svona stöðu og Dagur Bjargjesson hefur búin að vera alltaf að kynna glærusjó með einhverjum íbúðum sem eiga að vera til í framtíðinni. Já, akkurat og þetta er náttúrulega sérstaklega slæmt í ljósi þess að það er viðvarandi húsnæðisskortur í 2019 þegar að þjóðhagsráð setti saman hennan hópum húsnæðismarkaðinn þá kom fram í þeirri skýrslu að óuppfyllt íbúðaþörf þá var 5.000–8.000 íbúðir og síðan hefur varla verið haldið í fólksfjölgun þannig að við erum ennþá að draga þetta gat á eftir okkur og þrátt fyrir þessa áætlanir og þrátt fyrir þessi fögru fyrirheit þá mun minnst að kosti fyrsti hlutar þessar áætlanir ekki ganga eftir og þetta er náttúrulega gríðarlegt ábyrgðarleysi hjá æðsta ráðmanni húsnæðismála í Íslandi að koma hérna fram í tvígang á 2 mánuðum og lýsa því yfir að hér sé hafin einhver ægileg húsnæðisuppbygging sem er alls ekki. Það bara alls ekki hafin en sérstaklega uppbygging. Ég fór nú yfir það hérna í grein eða frétt fyrir nokkrum vikur síðan að framleiðin í íslensku byggingarina miðað við fólksfjölgun sem er svona eini rétti mæli hvernig á því hvort það sé verið að byggja ná hefur fallið 38% frá 2005. Það eru engar líkur á því að þessar áætlanir stjórnvalda gangi eftir. Það eru ekki nokkar líkur á því. Þið fengu þess að kynningu glærusjó sem með vafasömmum áætlanum, gleymum þeim bara. Já. Eftir sáttu þar hækkun húsnæðisbóta. Ertu ekki sáttur við það? Ég er náttúrulega sáttur við allt sem að kemur til með að bæta hag leigjenda. Það náttúrulega þarf ekki að spyrja því. En hækkun húsnæðisbóta, bætir það hag leigjenda? Það bætir hag leigjenda kannski mjög tímabundið vegna þess að það er þannig að það er annars vegar leigjendur sem að hafa aukna greiðslugetu sem að munar einhverjum 1.000 krónum á mánuði sem að veitir þeim þá stöðu að geta hugsanlega yfirboðið leiguíbúðir vegna þess að það er kannski 50, 100 og upp undir 150 manns hverja íbúð og það þýðir að það er bara hreinlegt uppboð á þessum íbúðum og það að húsalegu bætur hækki kannski 6–8 krónur veitir þeim þetta svigrúm til þess að bjóða þá hærri leigu og þetta er náttúrulega líka að þeir fara bara með peningin beint frá ríkinu til leigusalans. Já, það er náttúrulega í eðli sínu eru leigjendur bara svona einhvers konar rör úr ríkissjóði beint í vasa leigusala. Í eðli sínu það bara þannig. Það er ekkit öðruvísi heldur en akkurat svoleiðis. En
þessi staða, það er að segja að greiðslugeta leigjenda, hún eykst kannski einhver 6.000 krónur á hámarki á mánuði, veitir leigjendunum þetta tækifæri og ekki síst verður náttúrulega þannig á meðan leigusala að þeir verða strax meðvitar það að leigjendur hafa þarna eitthvað aðeins aukna greiðslugetu og munu færa leiguverð að því og það hefur alltaf gerst í sögunni og það mun gerast aftur, þannig að þessar húsnæðisbætur eru þá orðnar og hafa reyndar alltaf verið niðurgreiðslur til fjárfestinga leigusala. Það er verið að fóðra leigusalana og þetta er svolítið skrítið að 2 dögum áður. En nú eru bara hluti leigjenda sem að færa leigubætur. Sumir eru bara með ómikla tekjur, þannig þau eigi ekki rétt á bótunum. Þannig að það fólk sem er þá kannski aðeins betur sett, af því að það hefur ekki rétt á leigubótum, að það mun fá á sig þá hækkanina sem að hækkun á leigubótunum drífur áfram. Já, það kom bara fram í skýrslu frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun í fyrra að 50,9% leigjenda hafa ekki sótt húsnæðisbætur. Það er að segja meiri hluti leigjenda sækir ekki húsnæðisbætur vegna þess að þeir vita það að þeir fá ekki... Þeir getur bara farið inn á reiknivélina og séð það. Já, og sjá það bara strax. En þrátt fyrir það voru 27.000 umsækjendur húsnæðisbætur í fyrra og fengu 17.000. Þannig að 60% af þessum sækjum fá, en yfir heilmingur sækir ekki Þannig að sko þetta er ekki að skila sér til nema örfára aðila og það sem ég vildi nefna á þann að þetta er stórkostlegt að horfa upp á Katrínu Jakobsdóttur í sjónvarpinu 2 dögum áður en hún tilkynir þessa hækkanir húsnæðisbótunum að þá segir hún bara í fréttunum á RÚV að húsnæðisbætur séu ekki til þess fallnar að fýta efnahagsreikning leigusala en svo gerur hún akkurat það. En hún segir, og það stendur þarna í yfirlýsingunni frá þeim, að það eigi að skipa nefnd með aðilum vinnumarkaðarins til þess að kanna réttarstöðu leigjenda og bæta þessa stöðu leigjenda. Þar virðist vera svona möguleiki á að sú nefnd muni skoða leigubremsu eða leiguþak. Já, og þetta er náttúrulega búin að vera í umræðinu frá 2013 frá því að samtökin voru stofnuð. Forverar okkar í stjórn leigjendasamtakana hafa allir tekið þátt í svona vinnu. Þar sem að þetta hefur verið legið á borðinu. Alls konar svona takmarkanar á hækkun húsaleigu. Þannig að ég veit bara ekki hvort að sé eitthvað meira marka ríkisstjórnina sem að situr í dag heldur en það er ríkisstjórnin sem hafa setið áður og hafa lofað nákvæmlega sömu hlutum í gegnum tíðina. Í lok dagsins, eða bara þegar öllu eru botningkvöld, þá snýst þetta samtakamátt leigjenda. Það er ekki hægt að hafa... Þú er ekki trú á einni nefndinni viðbót? Ég hef bara engar væntingar til stjórnvalda eða leigusala yfir höfuð og ég veit að þetta snýst samtakamátt leigjenda, styrkleigjenda samtakamátt þess að allstaðar í löndunum kringum okkur snýst þetta styrk leigjendasamtaka. En áður að koma því og það spyrjaði mitt vegna þess að ég býst við að þú í aðdraganda kjarasamningana hafi átt fundi með verkalýðsforustunni í Eflingu og VR og HSI og út alla koppagrundir og þau lögðu af stað með loforðum að bæta kjör leigjanda. Hvernig upplifur þessi samskipti? Ég upplifði þessi samskipti bara mjög jákvæð en ég hins vegar fyrir miklum vonbrigðum með að það skuli ekki hafa verið einu svona imbrað á því af þessum góðu og gegnu forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar að það hafi ekki verið imbrað á því að það þurfi að koma hérna til leigubremsa eða leiguþak og sérstaklega ljósið þess að hér er verið að auka fjárframlegu úr ríkissjóði inn í hít leigusala að setja þau ekki leiðin einhvers konar takmarkanir á hækkun húsalegu. En er það forystuverkalýðshreyfingarinnar sem að getur ekki náðu þessu fram eða vill hún það ekki? Sko, ég held að þetta sé, ég veit náttúrulega ekki hvað fyrir fram við samningaborðið, en ég held að samtök atvinnulífsins hafa lýst yfir hérna bæði í ræðu og riti undanfarin misseri að þeim hugnist ekki svona og tala bara á þeim nótunum að leiguþak eða leigubremsa muni hafa skelfilega áhrif á húsnæðisframboð. Og ég spyr nú bara alltaf þegar við erum að tala á þessu nótunum, bara hverju reittust goðin þá? Af hverju er húsnæðisframboð er ekki nægt húsnæðisframboð í dag? Það er ekkert leiguþak, engin leigubremsa. Hvað veldur? Ég hef enga trú á því og það hefur ekki gerst í Danmörku til dæmis að þar sem er leigubremsa og líka leiguþak og svona regulera leigumarkað verðandi verðlagningu að það hefur ekkert áhrif á húsnæðisframboð.
Þetta er bara frekja og hérna... Ólafur Margeirsson hefur meðal hans bent á að leigubremsa, hann er á móti leiguþaki, hann hefur bent á að leigubremsa geti þroskað markaðinn, geti raunverulega fengið fleiri langtíma fjárfesta sem þá lífeyrissjóðir fyrst og fremst inn á markaðinn, að leigubremsa þjóni þeim. Já, ég las þessa færslu frá Ólafi og ég er alveg sammálaði, í eðli mínu alveg sammálaði því, en ég skil ekki af hverju að sko þroskuð leigubremsa eða vel útfærð leigubremsa sé eitthvað betri heldur en vel útfært leiguþak. Hann segir reyndar sko ótímabundið leiguþak. Hann er eins og hann hafi opið á þess að við ætlum að fara að ræða hans færslu. Skilur hann pínluti eftir opið að það geti verið gott í tilteknar aðstæður að setja tímabundið leiguþak sem bara Danir hafa gert. Enda hefur málatilbúinur okkur í leigjendasamtökunum alltaf verið á þessa leið að þetta er tímabundið ráðstöfun á meðan að vera að byggja hérna upp félagslega rekin húsnæðismarkað, sérstaklega á leigumarkaði. Við þurfum að ná hlutfallinu upp í þetta 15-20% og það sko verður minnst að kosta að vera í þeim stærðarflokki til þess að geta haft áhrif á almenna verðlagningu og almenna leigumarkaði. Við getum ekki eins og staðin í dag þar sem að félagslegt húsnæði í Íslandi er í kringum 5% af öllu húsnæði að hefur engin áhrif á almenna verðlagningu og markaði. Þangað til við erum komið þangað að hér er umfangsmikill félagslega rekin húsnæðismarkaður, þá verður að setja leiguþak. Það er leigubremsa, hún gerir ekkert annað heldur en að takmarka vísitöluhækkanir á húsalegu en hún kemur ekki í veg fyrir hækkanir á endurnýjun samninga. Skiljið þér rétt að þú ert að segja það að ef þú vilt ekki hafa leigubremsu eða leiguþak að þá verður að hafa húsnæðismarkað þar sem að félagslegi hlutin og hagnaðardrifni hlutin er það stór að hann sé verðmyndandi á markaðinu. Akkurat. Ef að þú ert með svona lítinn markað eins og hér, þá verður að hafa leiguþak. Já, þetta er bara allstaðar svona, meiri segja þar sem að hlutfall er í kringum 23, 28, 30% eins og í fjölmörgum Evrópuríkjum. Þar er líka regluvæddur almennur markaður, en hinn stóri umfangsmikli félagslega rekni húsnæðismarkaður, hann hefur temprandi áhrif á verðmyndun á almennu leigumarkaði vegna stærðar sinnar og hann er alvöru valkostu fyrir fólk. Það er ekki margar ára bíð eftir þessu húsnæði og þetta er ekki byggt á einhverjum jaðarsvæðum. Þetta er alvöru valkostur og ef það er alvöru valkostu fyrir hendi fyrir leigjendur sem þurfa þá ekki að vera inn á þessum almennu markaði, þá náttúrulega getur hinn almennu markaði ekki hegða sér eins og hann hegða sér á Íslandi í dag. Hann gerir það vegna þess að hér er húsnæðisskortur, hér er nánast ekkit félagslegt rekið húsnæði á almennu leigumarkaði, hér er ekkit regluverk eða réttavend fyrir leigjendur og hér er algjör sjálftaka, ríkir algjör sjálftaka. Allt sem slæmt getur orðið á leigumarkaði almennt er eins slæmt og getur orðið hér á Íslandi. Við finnum ekki tilsvarandi aðstæður á leigumarkaðum annars staðar í Evrópu, þar sem allir þessi þætti koma saman og skapa þennan fullkomna storm eins á íslensku leigumarkaði. Þetta er mjög sérstakt að sjá og ef við nú skoða mikið leigumarkaði víða í Evrópu. Það er neyðarástand á íslenskum leigumarkaði. Það er algjört neyðarástand. Já. Og öðruvís en annar staðar og þess vegna þurfi sérstakar aðgerðir til þess að bregðast við. Eitthvað annað heldur bara eitt glæri sjó enn eða eina nefnd enn. Já, þetta er svona algjört antiklímaks. Sérstaklega fyrir þá sem höfðu einhverjar væntingar. Ég hef lært að stilla væntingur mín í hóm vegna að segja, svo ég segja það áðan, þetta snýst samtakamátt leigjenda. Það er ekki finninn að það er komið. Þá komum við að því að ef að stjórnvöld, pólitíska forystan í landinu, skilar bara glæri sjóum og loforðum enn eina nefndina. Ef að verkalýðshreyfingin annarkvort hefur ekki vilja eða afl til að ná þessu fram, að það sé bara of dýrt fyrir þau að semja leiguþak eða leigubremsu við samtök atvinnulífsins, að það myndi bara taka þessar litlu launahækkanir sem við fórum með úr karpúsinu niður bara ekki neitt. Hvað er þá? Hvað er þá eftir? Já. Hvernig geta leigjendur barist fyrir þessu? Þeir geta gert það eftir ýmsum leiðum og það er náttúrulega, þetta snýst samtakamátt og afl leigendasamtakana. Við sjáum bara í löndunum kringum okkur að þar sem eru sterk leigjendasamtök að þar eru þau jafnvel samningsaðilar húsaleigu eins og til dæmis í Svíþjóð og þetta eru leigjendasamtök sem að geta hreyft við hlutunum bara með því að stilla sér saman og koma fram með kröfur og þessi samræmdar hreyfing leigjenda veldur náttúrulega því að leigusalar vita að komið illa fram með leigjendur og þá vita náttúrulega kannski ekki alveg við hverju að búast.
leigjendur hafa víða farið í alls konar aðgerð. Til dæmis eins og í Bandaríkjunum, það er mjög algengt á Spáni, þannig bara svona sérstakt kerfi í kringum það að leigjendur hreinlega bara hætta að borga húsaleiguna. Þangað til að það er ekki hægt að henda út hundruðum eða þúsundum fjölskyldum, það er bara ekki gert. En er ekki bara munur og þar að þú nefnir Spán, að það er til þess frekt mál, það sem að var miðað við sáttmála Sameinuðu þjóðanna, það sem tekin svona félagsleg réttindi. Í Ísland, enginn Íslands er það að hér er bara hort á eignaréttin. Þannig að ef að þú borgar mér ekki húsaleiguna, þá kalla ég bara fógett og hann hendur út. Já, en það er ekkert að gera það við þúsundu fjölskyldna í einu. Ég gert það við þig. Ég geti gert það við mig og það bara verður það bara svo að vera. Og líka í hruninu, að það voru fleiri þúsundu fjölskyldna hent út. Já, en það er ekki hægt að henda út mörg hundruð eða ekki þúsund fjölskyldna út á götu og það er líka hægt bara að fara í aðgerð og koma bara hreinlega í veg fyrir það. Og svo tekur þetta náttúrulega tíma. Ég er alveg sannfærður það ef að þið farið í svona aðgerðir að leigusala og sérstaklega leigufélögin þau þola ekki stöðvun á fjárstreymi eða lausaféin í fyrirtæki hjá sér í einhverja 2, 3, 4 mánuði. Vellauðu fyrirtæki? Já, ekki kannski með lausafé. Þau eru ekki, virðast ekki vera... Þau eru nógu eigið fyrir til þess að sækja bara lán. Já, sækja lán. Og þau sumaðu eiga meira að segja svínabú og kjúklingabú og geta bara borðað hamborgarhryggi við jólin. En það kannski kemur illa við fyrirtæki sem eru á hlutabréfamarkaði. En þetta er hins vegar verkfæri sem er beitt víða við svona aðstæður og á Spáni er til dæmis bara sérstakt kerfi í kringum en það sem að lögfræðingar setja upp svona biðreikninga þar sem að leigjendur svíkjast ekki að borga húsaleiguna, heldur bara borga húsaleiguna innan biðreikninga í vörslu lögfræðinga og það er ekki fyrir að búa semja húsaleiguna að þá fá leigusalarnir leigureikningar. Það er ekki þannig að leigjendur bara hætta að borga, þeir borga bara leiguna inn á biðreikninga meðan að vera að semja. Þetta er algengt á Spáni. Þetta er mjög algengt í Bandaríkjunum líka. Þetta er svona fyrsta verkefni leigjenda þegar allt 30 þá fara þeir í leiguverkföll og ég er búin að fylgjast með 4 leiguverkföllum núna síðastu 12 mánuði í Bandaríkjunum og hefur í öllum tilfengum leigjendum tekist að knýja fram lækkaðri húsaleigu og mér segi eins og við ræddum held ég í ykkur viðtalinu við þig leigjendur í Washington sem að virkjuðu ákvæði í fylgislögunum þar að fá að kaupa. Það er ekkert svoleiðis í Íslandi. Nei, en ég er að tala um það. Það er gert ráð fyrir því að fólk getur tekið sér saman til þess að koma í veg fyrir að fólk þurfa að flytja sig set, jafnvel flytja sig milli fyrir hverfa eða sveitarfélaga. Það er búið að hugsa fyrir ýmsu. Það er ekki eins og við þurfum að finna upp hjólið. Það er ekki þessi vendi í íslensku lögum, Það er líklega 18 nefndir áður en að þetta kemst verður að frumvarpi. Með að við hvernig gengur að svara neyðarástandinu sem er núna. Já, en þegar að leigjendasamtökin hafa náð þeim krafti og þeim styrk og því afli sem þau þurfa að ná, þá geta þau verið þetta breytingar. Ég er svo sannfærður það vegna þess að bara minn lærdómi síðustu 13-14 mánuði eftir að vera búin að skoða þetta dag og nótt, að þetta snýst styrk leigjendasamtökana. Sjálfur. Já, samstöðu leigjenda sjálfra. Ég hvet leigjendur til þess að halda áfram baráttunni og halda sínum fulltrúum á Alþingi við efnið. Það lítur að vera einhvers konar svona gott siðferðisbein í suma þessu fólki inn á Alþingi og sem maður lítur svona að láta finna fyrir sér þegar að svona ástand en ég hef mjög takk. Og ekki trúið því að þingi muni breyta þessu, það eru bara leigjendur í eigin baráttu sem muni gera. Auðvitað náttúrulega munum við halda þessari baráttu áfram að halda mönnum við efnið og reyna fá fólk til þess að vakna, þessi fólk á Alþingi og fulltrúi okkar bæði sveitarstjórnum á Alþingi til þess að vakna aðeins og átta sig á því að þó að þetta fólk búi við fullkomna húsnæðisöryggi og finni þetta alls ekki á einskynni og kannski þekki fáa sem er leigumarka eða jafnvel marka en eða eru leigusalar? Já, það eru jafnvel leigusalar, hafa einhver hagsmuni að gæta í þessu að þá er ástandi bara skelfilegt á leigumarkaði og vonandi mun þetta siðferðisbein í fólki láta finna fyrir sér en að þú talar aðeins áðan þetta mál frá Spáni, ég langar með þess að nefna að Íslandi hefur skrifað undir viðauka við mannréttindasáttmálann sem heitir réttur til viðeigandi húsnæðis og hefur löggiltan líka
Spánverja ásamt fjölmörgum Evrópuþjóðum samþykkt og skrifu líka undir og löggiltu kæruleið sem að fylgdi með þessum pakka. Það er að segja að sem veitti borgurum þessara ríkja sem skrifu undir heimild til þess að kæra eða fara með málsitt fyrir Sameinuðu þjóðirnar ef að var brotið á réttindi þeirra til viðeigandi húsnæðis sem að var gert með þessu tilfelli og þessi maður á Spáni sem þú vísa til að hann fór með málsitt fyrir mannréttindadómstólinn og þar sem að dómur féll og honum í hag að það bara skrifað í bæði landslög á Spáni í mannréttindasáttmálunum og þessum viðauka sem heitir réttur til viðeigandi húsnæðis skilyrðislaus réttur fólk til þess að hafa aðgang að viðeigandi húsnæði. En að bak við það löng barátta leigjenda til þess að þoka þessu þarna áfram. Já. Það fari gegnum málun og ég er ekki andmæla því að leigjendur eigi að fara í ykkur aðgerðir, bara því það er óvanalegt á Íslandi, þess vegna er ég að spurja hvort það hefur ekki bregnt út. Jú, það getur vel verið að... Ég er ekki að draga úr þér, ég er bara vegna að aðstæður í Íslandi eru allt aðrar heldur þar. Hér hafa leigjendur eiginlega engan rétt. Nei, það er rétt, hafa náttúrulega engan rétt og við erum svolítið svona, ég vil ekki líka okkur við stéttabaráttu í upphafi síðustu aldar, en samt sem áður ákveðin samsvörun á milli upphaf svona almenna stéttabaráttu í upphafi síðustu aldar og eins og bara með upphaf þessar baráttu leigjenda á Íslandi í dag. Það ákveðin samsvörun, við erum fullkomlega réttlaus, við búum hérna með löggjöf sem stofnið til frá 7. áratugnum uppfær 1994 síðast. Það voru 30 ár síðan að leigjenda húsaleigulögum voru uppfærð og þá voru ekki nema einhver 10% landsmanna á leigumarkaði og mest fólk tímabundið, námsmenn og þess háttar. Það kannski breyti ekki sem núna, heldur var áður, að þá var leigjendur oft þannig að litu á sig að vera tímabundið þarna. Þeir eru dottið á leigumarkaðin og myndu geta orðið eigendur seinna. Já. Nú þeir líklega eftir hrun, líklega fleiri sem átta sig á því að þeir eru eiginlega fastir á leigumarkaði. Það eru fastir á leigumarkaði og allar rannsóknir sýna það að hreyfingar á leigumarkaði í aldurshópnum 35 ára og yfir eru bara í kringum 1-2% stig. Þetta er náttúrulega, það eru meiri líkur að læknast að ebólu heldur en fyrir þetta fólk að komast af leigumarkaði sem komin að þannig aldur sem alltaf stór hættulegt líka vegna þess að við höfum verið að skoða þróun á aldrei leigjenda undanfarið og við sjáum það ef að gerist ekkit eitthvað stórkastlegt næstu 10 árin, þá munur lífeyrissjóði fá í fangið stóra hópa af eignalausum leigjendum með enga sparnað í fangið eftir svona, búin að geta upp séreignarsparnaðinn til þess að lifa af. Já, ef þeir áttu eitthvað. Ég er ekki þessum að margir leigjendur búi við feitum séreignarsparnaði. Þannig að þetta er stórhættulegt. Og það er þess vegna líka sem að við í leigjendasamtökum hefum verið að hvetja lífeyrissjóði til þess að koma inn á húsnæðismarkaðinn og vera með í alvöru húsnæðisátaki sem að byggir upp 20.000 íbúða og þar mega vera bæði leigu íbúðir að kaupleigu íbúðir til þess að tryggja sjóðsfélögum sínum og skjólstæðingum áhyggjulaust ævikvöld sem við nú alist öll upp við að sé nú réttur, heila á réttur okkar Íslendinga eftir erfiða starfsæfi og getur ekki gengið að leigjendur sem að mistu kannski allt sitt í hruninu þrauki á leigumarkaði í og við fátækramörki í 25 ár og endur svo í algjöru örbið eftir að komin á lífeyrisaldur og almenn leigumarkaði. Það bara getur ekki gengið upp og þetta er svo stórkostleg eðlisbreyting á íslensku samfélagi sem bæði sem við höfum hort upp á með eignarhald og húsnæði og líka varðandi hvernig þetta verði þá til umhors á meðan lífeyrisþega eftir svona 10 ár. Þetta er stórkostlega breytingar. Þetta er náttúrulega húsnæðisstefnan, en opinbera húsnæðisstefna, hún er að fjölga leigjendum. Já, og það er markmið. Það sést bara á tölum. Já, ekki bara á tölum, heldur líka bara í ræður eitthvað tala um það. Hér þurfa að vera virkur leigumarkaðan sem talað um, svona fallit orð. Virkur leigumarkaðan bara virkar ekki nema bara fyrir sem gróðratæki fyrir leigusala. Ég veit ekki hvort að menn eru að tala um að það sé þessi virkni sem að menn vilja horfa til, en við höfum rétt til húsnæðis við íbúar á Íslandi og þarna eru náttúrulega fyrst og fremst stjórnvöld, bæði sveitarfélög og ríkið að svíkjast undan skildum sínum. Þetta endar alltaf þar. Þetta endar á því að það er skrifað í landslög og í mannréttindasáttmálann að við höfum rétt til húsnæðis og það hvílir á sveitarfélögum. Það hvílir á sveitarfélögum eins og Reykjavíkurborg.
þeir hafa þessar skyldur, get ekki framseltar yfir á almenna markað og láti vera með að uppfylla skyldur sín. Það bara, ég hvet íslensk stjórnvöld til þess að undirrita þennan viðauka við réttin til húsnæðis. Til að færa leigjendum möguleikan á því að geta háð sína réttindabaráttu. Já, þetta mjög mikilvægt. En stjórnvöldur eins og þau eru, verkefnisefingin eins og það og þá eru komin aftur að leigjendur verið að heyja sína eigin baráttu. Það getur leiguverkvall kemur til greina. Eitthvað annað sem að leigjendur geta gert? Já, leigjendur geta náttúrulega bara eins og hafa verið að gera, hafa verið að rísa upp, láta heyri í sér og láta vita stöðu sinni og svona í heyranda hljóðir segja frá því hvernig ástandið vegna þess að svíður flestu svona velmeinandi fólki hvernig ástandið og þetta ekki bara leigjendur sem eru að býsnast yfir þessu, þetta eru líka mikið af fasteignaeigendum vegna þess að mikið af fasteignaeigendum eru að horfa upp á að börni þeirra eru að leigumarkaður býður hreinlega bara eftir börnunum þeirra þannig að sko þetta snýst þessa orðræðu og við þurfum að halda þessu áfram þetta sko enda hvorki hér nú er að byrja við höldum áfram því sem við erum að gera vonandi á næstu vikum þegar að svona umhægist eftir jóla önnuna hjá okkur öllum að þá svona slíðrum við brínum við sverðin og komum slíðrum við ekki nei við slíðrum við ekki við brínum þau og drögum úr slíðri og hegjum kröftuga baráttu í ræðu og riti og með alls konar aðgerðum við náttúrulega ekki að ljóstra upp samtal okkar í stjórn leigjendasamtakana við erum náttúrulega búin að viðra alls konar aðgerðir og þar á meðal eins og þú nefndir áðan hugmyndir svona einhvers konar greiðslustöðvun eða greiðsluverkfall þetta bara eina mörgum hugmyndir sem við erum með á borðinu hvernig aðgerðir við þurfum að fara í vegna þess að hefur sýnt sig við höfum svona sumi hverjir á okkar félögum höfum svona mátulega væntinga gagnvart sérstaklega Katrínu Jakobsdóttur sem skrifaði nú frægan pistil haustið 2015 nauðsyn þess að setja leiguþak tala svo fyrir leigubremsu nauðsyn þess að setja leigubremsu samhliða því að hækka húsnæðisbætur 2 dögum áður þegar hún var að kynna aðgerðirnar þá nefndu það að þyrfti að skoða einhvern svona leigubremsu talaði það hún vissi það að pakkin var ekki með hennar inni og það var í það sem að raunverulega leigjendur þyrftu. Ég vona að við fáum sæti við þessa vinnu það gengur náttúrulega ekki að þessu samtöku atvinnulífsins, samtöku iðnaðarins og séu ykkur embættismenn ásamt forystufólki verkalýðshreyfingarinnar sem sitja í eina þessari vinnu allt fólk sem á sitt eigið húsnæði. Já og hefur bara kannski ekki þessa innsýn og þessa vitneskju og þennan lærdóm sem við erum búin að draga fram við okkar vinnu síðustu 12 mánuði bara hvernig umhorfs á leigumörkuðum annars þar í Evrópu og bara þetta hvernig sko þegar við stillum upp íþengjandi húsnæðiskostnaði álag húsalegu á lágmarkslaun og þess áttar og sjáum við fram á þau berum okkur sama við önnur lönd bara með ýmsum svona hætti þessum drögum fram að alls konar hagstærðir að þá þetta sýna svo augljóst fram á hversu brogaður íslensku leigumarkaður og það bara nauðsynlegt að þessi orðræða heyrist ekki bara við ætlum að reyna að fjölga húsnæði á næstu 10 árum sem að augljóslega gengur ekki alveg eftir eða þá hækka húsnæðisbætur þetta tvennt sem að er alltaf lausnin fjölga húsnæði sem að gerist ekki og hækka húsnæðisbætur sem fer bara beint í vasa leigusala. Þetta eru lausnir sem okkur hugnast alls ekki. Þú nefnir 12 mánuði og 1 ár og fleiri. Það 1 ár síðan að leigjendasamtökin voru endurist. En einu sinni tilraun til þess að skipuleggja leigjendur í baráttu. Hvernig vittir þetta hafi gengið þetta ár? Mér finnst þetta hafi bara gengið ágætlega. Þetta búið að lærdómsríkt. Þannig að maður hoppar svolítið ég stæl fyrir sjálf mig svolítið út í djúplaugina en þetta hins vegar afskaplega gefandi að sinna þessar hagsmunabaráttu afskaplega gefandi að sjá samstöðu leigjenda aukast og sjá fleiri og fleiri taka þátt í samtölum okkar og sjá samfélag okkar bara stækka við höfum stækka samfélag okkar á samfélagsmiðlum fleiri þúsund leigjendur stórfjölgar í samtökunum sjálfum og þetta ofsalega gefandi og svo þetta líka fróðlegt
og svona gefandi þýleitum til að fræðast þetta. Mér finnst stundum þess að þetta er svona hálfgjörður reyfari sem ég er að lesa. Ég er alltaf að komast að fleirum svona vísbendingum hinn fullkomna glæp. Ástandið sem er alltaf í Íslandi. Já, bara og víða. Þetta er svona, ég er að draga fram alls konar vitneskju hreyfingar og fasteigna og leigumarkaðum víða í Evrópu og þetta er bara afskaplega fróðlegt og bæði eflir mig í því sem ég er að gera vegna þess að þá finn ég bæði svona staðfesti hvað ég sé að gera rétt og hvað sé hægt að gera og svo finnst mér líka bara mjög gott að geta deilt í með öðrum bæði með því að skrifa greinar og skrifa fréttir og koma í viðtöl og skrifa færslur og þess aftar og ég finna að þetta hefur áhrif. Þetta hefur bara gríðarlega mikil áhrif en ég var nú bara rétt á henni gekk hérna í stúdíu að slíta símtali við eitt leiðenda sem var einmitt að lýsa því yfir að leiðendarsamtökin hefur unnið alveg stórkostlega starf fyrir 12 mánuði og landslægið í orðræðinu er bara gjörbreytt og þannig kannski byrjar þetta. Nei, það er aldrei verið ofar á baugi málefni leigjenda heldur en akkurat núna. Sömuleyti út af ástandinu. Ástandið hefur bara aldrei verið vera en líka út af leigendarsamtökum. Klárlega. Já, klárlega held ég. Herðu, takk fyrir komuna, Guðmundur Rafn.